loksins að renna upp stundina að taka þátt í stórmóti? Já, bara rosalega spennandi og gaman að koma inn í höllina og fá svona smá léttan feeling fyrir þessu. Þetta flott höll? Rosalega flott, þannig glæsileg. Mjög fín. Þú gaman að vera hérna með 6.000 áhorfendur á morgun? Já, það bara mikið tilhlökkunarefni og verður gaman. Það bara svona fiðringur. Og undirbúningur svona, þetta búið að vera stutt og snart? Algjörlega og búið að vera með smá hnökrum í en það ekki bara alltaf skilurum að það bara leggja áherslu á það sem maður getur stjórnað og svo bara gera það best á því. Og svona þú sjálf, loksins að taka það í stórmóti? Já, bara mikill heiður og gaman að fá að koma til móts í hópinn, koma inn í síðasta verkefni og þannig að ég búin að vera inn í mjög stuttan tíma með þessu nýja liði en já, bara útrúlega gaman að fá að vera með og sjá hvernig allt þetta virkar, sko. Það eru með mikla reynslu í hópnum, búin að gera sumar tvisar áður og þá er ég algjör nýliði svona hvað það varðar. En samt með mikla reynslu? Já, svona á öðrum sviðum kannski en já, eins og ég segi, mjög gaman að vera komin hérna og fá að vera með. Já, og láta svona ákveðin draumur rætast að taka þátt því að það var nú svona bakslag á þínu ferli fyrir 2-3 árum síðan? Já, algjörlega og þú veist, maður er búin að horfa á þetta mót eða þessi mót í mörg ár í sjónvarpinu og alltaf vera með að bak við eyrað að mann langar til að komast á þetta og Íslandi er búin að gera það núna upp á síðkastið, þannig að já, ég er bara mjög glöð að einhvern veginn hafa unnið út af mínum málum og stend hér í dag, þannig já, algjörlega. Það er bara stór sigur? Það er það, út af fyrir sig og maður má vera bara þakklátur og glaður fyrir að vera komin hingað, sko, því þetta er ekki sjálfsagt, mikil vinna lögð á baki og þú veist, komin aftur inn í liðið eftir langan tíma, fyrst valin í síðasta verkefni og svo ekkert sjálfsagt að vera sína valin í lokahópinn, þannig ég er bara þakklátt fyrir tækifærið og líka stolt af sjálfur mér.